Geir Kristinn Aðalsteinsson formaður Íþróttabandalags Akureyrar. Geir Kristinn, það eru rúmlega 20 aðildafélög að Íþróttabandalaginu. Þessi staða núna, hvaða afleiðingar hefur hún fyrir starfsemi íþróttafélagana? Það alveg ljóst að þessi staða hefur mjög alvarleg áhrif og við erum í mjög nánu samtali við félögin, þar að segja Íþróttabandalag Akureyrar og svo Akureyrarbær, þá frístundaráð, erum í svona þéttu samtali við félögin og við fengið frá þeim greinargerðir stöðuna og það alveg ljóst að hún það misalvarleg eftir félögum, eftir eðli félaga en almennt séð þá staðan mjög alvarleg og þetta svona kannski tvískipt, annars vegar kannski félagslegi þátturinn og svo rekstrarlegi þátturinn. Og ef við byrjum með þessu fjárhagslega þá eru sum félög, stærstu félög eins og Þór og Káa að horfa fram á kannski tekjuskerðingu upp á milljónatugi og fleiri félög að missa ansi drjúgan spón úr aski sínum vegna þess að þetta svona árstími þar sem mikið af fjáröflunum í gangi. Það eru íþróttamót, hvort sem það eru boltagreinar eða hestar eða sundi eða skíði eða annað sem að falla niður og svo alls konar svona mannfögnuðir líka, húsaleg og ýmislegt sem að menn að missa og það var nógu erfitt að reka íþróttafélög fyrir en að fá þetta höggin í reksturinn þetta gríðarlega alvarlegt. En það svona tilslakanir sem að kynntar voru í dag af ríkisstjórninni. Hvað þýða þær fyrir íþróttahreyfinguna að það fótboltinn, hann ekki að fara af stað? Nei, svona í fljótu bragði, ég nú rétt búin að kynna mér þetta og ég því miður sýnist mér þetta breyta nú ósköp litlu vegna þess að íþróttamannvirkin, það sé að húsin verða lokuð áfram, sundlaugarnar verða lokaðar, snerting ekki leyfileg, mest 4 saman, þannig að það ekki mikið sem að breytist 4. maí sýnist mér við fyrstu sýn því miður og þannig íþróttafélögin þurfa að halda áfram að svona svolítið að spinna hvernig þeir reka sitt starf í gegnum samfélagsmiðla og fleira, þannig að ég var svona að vona að þetta nú kannski meiri slakki þannig að félögin geti farið að starfa eðlilega en mér sýnist svo ekki vera. En þegar þú svona sem formaður Íþróttabandalagsins, þegar þú hugsa svona til framtíðar, hver eru hugsanleg áhrif faraldursins til dæmis fyrir unglinga í íþróttastarfi? Já, þá einmitt komum við að hinni hliðin á penningnum, þessa félagslega hliðin, að ég held að þetta geti haft jákvæð áhrif að einhver leyti en líka neikvæð. Það jákvæð kannski að sérstaklega yngri iðkendur kannski átta sig á því að þú getur ræktað sjálfan þig án þess að vera endilega út á fótboltavelli eða íþróttahúsi eða hvað sem þú getur gert æfingar heim í stofu út á plani og niður í bílskúr og maður hefur séð á samfélagsmiðlum sem frábært ungu kynslóðin að vera halda bolta á lofti eða hoppa og hlaupa heima hjá sér og hins vegar kannski það sem kannski verra í svo sem að ég óttast kannski meira það að þeir krakkar sem að kannski hafa ekki metnaðinn alveg í botni og kannski hafa ekki endilega þann draum að verða atvinnu fólki í íþróttum að þau svona kannski brottfalli verði kannski þar. Þú þarft ekki að mæta á æfingu og þú kannski frekar bara í tölvuna eða í sófan og horfa á sjónvarpið og ég óttast að ef við sem samfélag, foreldrar og þjálfarar og félögin erum ekki dugleg við að rækta þennan hóp að halda áfram að rækta sig og hreyfa sig að þá verði brottfall með alvarlegum afleiðingum. Þessi hópur væntanlega nokkuð stór. Ég held að hann sé mjög stór, já. Krakkar sem eru í þessu svona félagslegum forsendum fyrst og fremst og hitta félagana og fara kannski á æfinga bara með vinnum sínum og svona og þetta mjög stór hópur og ég held að nú reyni á okkur sem uppalendur í samfélaginu að láta þetta ekki gerast hreinlega og hvetja krakkana til dáða að hreyfa sig og ekki missa niður þá getu sem þau hafa nú þegar náð. Eins og ég sagði upphafi þá eru félögin, aðildafélögin, þau eru rúmlega 20. Bara þessi fjárhagsvandræði sem að þau eru að lenda í, eru þau ekki að sjá fram á hreinlega í kjölfarið bara mikla sameiningar?
Jú, ég held nú að það geti alveg farið svo og það er náttúrulega hluti af íþróttastefnu Akureyrarbæjar og IBA sem í gangi núna að í bænum séu færri, stærri og faglegri félög og mögulega íti þetta undir þá þróun sem að er svona aðeins farin af stað. Það mikið, félögin að tala saman sameiningar og jú, ég hugsa að þetta getur nú alveg ítt undir það enn frekar og ég held að sé full þörf á því líka.